Úrvalsdeildarinnar karla á milli Stjörnuna og HK. Við byrjum að gera fyrirliða og þjálfaralegana. Byrjum á liði Stjörnuna. Fyrirliði númer 13, Benedikt Baldur Tryggvason. Og þjálfaralegi Rosemary Cummings. Fyrirliði HK númer 7, Theodór Óskar Þorvaldsson. Og þjálfaralegi HK Massimo Pistoia. Jæja, komið sælir kæru áhorfendur. Það er komið að þriðja leik dagsins. Fyrir áðan sáum við leik Aftureldingar og Þróttar Nes í kvennaflokki, þar sem að Afturelding vann 3-0. Síðan kom HK Stjarnan, þar sem að HK vann 3-1. Nú er komið að köllunum og fyrir leikur kallana kjörisbikarinn er HK Stjarnan. Með mér hér núna er Stefán Jóhannesson, ég heiti Sunna Þrastar og ég held að við séum að fara að fá hörkuleik hérna. Stefán, hvað segir þú? Sammála því. Margir hafa að tala um að þetta sé svona leikur dagsins, kannski mest spennandi viðureignin og þessi lið eru búin að eigast við margátt í vetur. Stjarnan hefur haft betur reyndar í öll skiptin ef maður rétt. Þeir kannski hafa svona sálfræðilegt tak á það, menn leikirnir hafa hins vegar verið hnífjafnir. Já. Það er ekki mikið sem að skilur þessi lið að. Spennandi leikur framöndan. Dómarnir kynntir til leiks, aðaldómari er Valgeir Valgeirsson og Sævar Már Guðmundsson er á gólfinu. Þá er lið Stjörnunnar kynnt til leiks. Það er nummer 1, Matthew Gibson. Nummer 3, Michael Pelletier. Og Ismar Hadziredzipovic er nummer 9. Nummer 11 var Róbert Karl Hlöðversson. 13, fyrir lið Stjörnunnar, Benedikt Baldur Tryggvason. Kristófer Björn Ólafsson Proppi, nummer 15. Og frelsið í þessum leik er Kolbeinn Tumi Baldursson. Þá er lið HK kynnt til leiks, það er Kjartan Fannar Gretarsson. Nummer 6, Máni Matthíasson, uppspilari. Nummer 7, Theodór Óskar Þorvaldsson. 9, Andreas Hilmir Halldórsson. Og 15, Ágúst Máni Hafþórsson og 17, Bergur Einar Dagbjörnsson. Og frelsingin í þessum leik er Stefán Gunnar Þorsteinsson. HK er með rosalegt þjálfarateymi hann á bekknum. Það er aðalþjálfari er Massimo Pistoia, Ólafur Jóhann Júlíusson, Emil Gunnarsson og Arnar Björnsson. Síðan er Elsa Sæný Valgeirsdóttir sjúkraþjálfari, jafnframt fyrrum þjálfari HK strákana. Og á bekknum hjá Stjörnunni, þjálfarateymi þar er Rosalind Cummings, aðalþjálfari. Hannes Ingi Geirsson er aðstoðarþjálfari og Arnar Smári Þorvarsson einnig aðstoðarþjálfari. En þetta fyrir að hefjast á hverjum erum við að fylgjast með hérna aðalega? Bara öllum eða? Já, það mun auðvitað mæða meira á kannski sumum leikmönnum en öðrum, sem sérstaklega í stígaskorinni. Og nú er leikmaður nummer 3 hjá Stjörnunni, Michael Pelletier, hann er leitt stígaskorinni hjá þeim. Sömuleiðis Benedikt Baldur sem að gaf hér upp. Fyrsta stígi fyrir til HK, það er Fannar Gretarsson á miðjunni, nummer 2. Fannar verið öflugur fyrir HK í vetur en aðal stígaskorarinn er Theodór Óskar Þorvaldsson sem er nummer 7 hjá HK.
sem við sáum þarna í fullu fjöri. Smá spenna í mönnum svona til þess að byrja með, eðlilega. Þannig að Bergur Einar í uppgjöf. Ágætis móttaka þarna. Góð sókn þarna. Já, Theodor virtist nú bara að slá í yfir hávörðina þarna. Hátt uppi strákurinn. Þetta var svona í byrjun leiksins. Kannski sigur eitthvað í. Það er flott byrjun hjá HK. Ísmar stað þennan, góðan stað. Það er síðan beint í uppgjöfina. Einu vörð þarna. Róbert setur hann. Fer þetta á reynslunni. Það er vel gert til Róbert þarna. Róbert er nú nýlega komið til Stjörnunnar aftur eftir stutta fjarveru hjá Þrótti Fylki. Já, ræturnar tókuð í hann greinilega. Já. Já, þeir virðast alltaf bara gefa allt á Theodor. Svona í byrjun leiks allavega. Hann er að skila. Já, nákvæmlega. Þessi er bara langt út, engin snerting. Stjörnumenn eru með skemmtilega nöspílara. Kanadamann sem að gekk til liðs við félagið núna í haust fyrir leiktíðina. Já, hann er klár. Hann er býsna drúgur. Já, og aukans bættist Michael Pelletier þarna við liðið. Sama við sáum áðan vera að þjálfa kvennalið Stjörnunnar. Þá er það Róbert í uppgjöf. Hörku uppgjöf í honum. Og Theodor farinn aftur dálítið nálagt. Já, hann náði ekki að vinna úr þessu. Uppspilið var aðeins svo nálagt. Það var erfitt að bjarga þessu. Sævar net og Kristoffer sýnist mér. Skemmtilega skorpa hérna. Já. Góðar varnir hjá báðum liðum. Flott á sóknir. Það er með mistökum hjá HK. Fín breyting þarna. Fór nú bara, nei, jú, þetta fór í neti sýndist mér. Já,
Vantar 4 snertingar á HK. Og Stjarnan búinn að jafna 6-6. Það Michael Pelletier sem fer í uppgjöf. Já, Universe segir þennan bolta að farið vitleysni við antennuna. Já, veifaði hann ákveðið. Dómarinn tók fullt mark á því. Já. Já, samskiptaleysi þarna. Stjórnarmenn að snúa þessu sér í vil núna. Já. Benedikt. Reyða sig aftur og nálægt held ég líka hjá Mána. Nálægt uppspil. Móttaka. Andreas slæðir þennan langt út. Já, það er komin hvað? 5-6 stig í röð eða svoleiðis hjá Stjörnunni. Já. Og Massimo Pistoia tekur leikhlé hér. Heyrum hvað hann hefur að segja. Okay, so our mistakes, okay? We have to try now to play maybe with the ball that is a little bit more far from the net, to play a little bit higher, okay? Something out there. because the last balls were very close to the antenna, maybe a little bit more short also, okay? Já, mikið læti hann í hákamennum. Sem við náðum var það að spila kannski aðeins fjær netinu, heyrðist mér að vera að segja. Já, eðlilega. Nokkur uppspil hafa komið svolítið nálægt og sóknarmennir hafa einfaldlega ekki náð að vinna úr því. Já. Theodor slær þetta bara efst í háurnin út. Gekk þarna hjá Kristoffer. Þá gerir Stjarnan skiptingu. Og það kemur Kristoffer Proppi og inn á kemur Egill Þorri Arnarsson. Já, Egill Þorri kemur beint inn í uppgjöfuna. Kannski ekki sterkasta hliðin hjá Kristoffer. Getur verið erfitt að koma svona inn. Já, ískaldur á bekknum, Já. en það var takt en það hafðist. Það hefnaðist fullkomlega þessi skipting allavega. Já. Staðan 12-7 fyrir Stjörnuna, það fljótt að breytast. Ágætis sóknarna hjá Ágústi Mána. Og þeir skipta tilbaka hjá Stjörnunni og síðan kemur frelsingin inn á fyrir Kristoffer og Ágúst Máni í uppgjöf fyrir HK. Þetta er ónálægt en Matthew Gibson á ekki í neinum erfiðleikum á þetta. Hann nánast tróð boltanum í gólfið. Já, fín tróðsmaði honum.
Já, fín undirtekun þarna. Róbert. Andreas sem verður inn. Og Róbert setur hann í blokkina út. HK tekur annan leik hér. I need, Bergur, I need that when you are in block, don't fly, okay? So remember that you have to stay, you have to be like a shadow for the setter. Remember that he's always doing with the right hand, okay? So you have to be a little bit early when you jump on him, okay? Guys, another thing, we are suffering a little bit with the reception. I want that we fix it with the set that is more close to the net, and especially also you after defense. The ball must be close to the net. Come on! Já, hann vil fá framspilið nær netinu þannig að það sé auðvitað fyrir auðspilarann og síðan bað hann Berg Einar að fljúa ekki í blokkinni ef ég skil hann rétt. Já, hann að vera svolítið stöðuri, ekki á fleygiferð út um allt. Þetta er vel gert. Þetta er skemmtilegt, hann kemur hægt inn í boltan en hamrar hann svo. Notaði hávarnina. Nákvæmlega. Já, þetta reddast. Ísmar potar í þennan. Það sér út hjá Berg Einar. Þá tekur HK tvöfalda skiptingu. Nei, þrefalda skiptingu. Allir út af. Já, allir út af. Bara Magnús sem kemur inn fyrir Berg. Lúðvík kemur inn á fyrir Andreas. Og Felix kemur inn á fyrir Mána. Þetta tókst á riðdrónum. Það verður aðeins að sjá hvort að þetta breyti einhverju. Stefán, hvað segir það? Já, við sjáum alltaf hérna tvöfalda skiptingu þar sem auðspilarinn og Díóin fór út af og þá fáði þriggjamanna sókn. Júli kominn inn á til að spila upp. Bróðir hans fór út af, litli bróður út af og stóri bróður inn á. Síðan sjáum við að Felix kemur inn á kantinn fyrir Berg. Það er fyrst og fremst móttakan finnst mér sem hefur ekki verið að skila sig á HK. Gerir sóknarleikinn erfiðan. Þetta var hörkuspassandi hjá Róbert. Glæsileg sókn. En já, Lúðvík er búinn að vera dálítið mikið frá þetta tímabil vegna meiðsla, er það ekki? Jú, eiginlega bara allt tímabilið. Bara rétt. Það var fyrsta skiptið í vetur sem ég sé hann taka þátt í kappleik. Já. Felix. Þennan slær Michael bara beint í netið. Sjálf séð mistök hjá honum, hann gerir ekki mikið af mistökum. Nei. 17-10 staðan fyrir Stjörnunni. Já, Stjarnan virðist hafa ágætt tök á þessu núna. Já. Róbert hvílir bara Stefán þarna niður. Þá þarf að þurrka gólfið.
það Ísmar í uppgjöfinna. Sóknarleikunni að Háka þarf að batna. Hann alltaf veikburða. Þarf að batna mikið. Og taka samanskapi ekki. Af öllum mönnum Fannar vel með ánóttunum hann í lágvörninni. Ég ætla að vera að skrá bara stíga á kallinn fyrir þetta. Já, lítinn að það hljóta að gera það. Andstæðingur var bara forviða. Allir horfðu á boltann. Þetta er gólfið. Flott uppgjöf hjá honum. Góð háverð þarna hjá Ágústi Mána. Móttaka þarna. Róbert limur þessum frá út. Ekki sátt með það. Það heppnast þessi móttaka. Þeir vinna út úr þessu. Og blokk þarna. Og góð sókn þarna, samanskapi. Theodór. Það að koma aðeins bit í sóknina núna hjá Háká. Já. Með nokkuð stuð í röð. Skal ná að spila sig inn í þessa rinnaftur. Hjá Michael. Já, við þurfum vantilega að sjá leiklerana hjá Stjörnunni. Já. Þetta breytast. Fórskotið að minnka hratt núna. Þessi er inni. Theodór redda þessu og Fannar setur hann yfir. Kristófer setur þennan í gólfið. Dálítið skemmtilegan sóknarstílan Kristófer. Svona... Já, hann hefur sinn eigin stíl, það er að segja það. Það er gott eða fólk hefur sinn eigin stíl. Heldur betur. Hann skila sínu fyrir Stjörnuna. Þessar út af hér Róbert. Þá skiptir Háká tilbaka. Öllum fremur eða? Nei. Nei. Já, tvöfaldar skiptingin gekk tilbaka allavega. Það eru bara komnar 5 skiptingar, bara leiða 6 í hverju hrinnu. Já. Og hjá liði. Þetta var vel gert. Já, það er flott svo. Stjörnumenn eru að skila framspilinu á Ísbúlara. Þá er hægt að mynda góða sóknir en það vantar aðeins hjá Háká megin. Það er alveg málið, það er móttakan hefur bara ekki verið að skila sér. Það er lægi hér. Já. Góð sókn þarna. Sjáum við 9 mann komið til leiks. Það er Martin Möller. Fyrir káamaður. Já, Martin Möller kemur inn á og Ágúst Máni Hafþórsson kemur út af. Númer 15 Ágúst Máni og númer 3 kominn á Martin Möller. Eitthvað hækkan og blokkin við þetta. Já, það er komið 2 metrar ef maður rétt. Stór strákur. Új, já. Martin setur hann yfir þarna. Fín afturlínu sókn þarna hjá Michael.
í háorðinu og aftur fyrir. Stjarnan að halda HK í hæfilegri fjarlægð. Það var stigamunur. Þetta fer vitlaust með antennuna. Það sama vandamál í HK. Móttakan einfaldlega ekki nógu nákvæm. Það erfitt fyrir uppspilarana að skila sínu ef að móttakan skilar ekki sínu. Þessi var inni. Fyrst að vera hitti þennan bara ekki. Magnús þetta með sitt fyrsta stig. Komin inn á. HK-ingar eru búinir með 6 skiptingar ef við talið rétt. Já. Ekki oft sem að sé það að liðin fullnýtti kvótan skiptingunum. Újújúj, smá misskilningur hana. Michael með góða afturlínusókn hana. Það virkar vel, svo kallar pipe. Og leikmaður kemur úr afturlínunni og sækir þaðan. Það er Matthew Gibson í uppgjöf. Sjáum að það er vandræðagangur á HK. Á ekki að stilla upp sókninni. Meðan allt gengur upp hjá Stjörnunni. Passir. Línuvörðurinn bendir inn, Já. dómarinn ætlar að næmir þetta heilar úti. Já, ég stingist það líka yfir úti. Andreas Hilmir Halldórsson í uppgjöf. Þessi er út af. Aftur dómarinn að, já, hann fer ekki eftir línuvörðunum að tala. Nei, þetta sáum við líka í, held ég, fyrsta leiknum í dag. Alveg þrjustum sögnum held ég. Ef að dómarinn vissi sínu sög, þá er þetta eðlilegt að dæmi. Og eftir sinni eigin sannfæringu. Það er alveg góð barátta í HK. En Stjarnan að taka fyrstu hreinuna hérna 25-20. Já, kannski ekkert sérstaklega óvænt en einhvern veginn finnst okkur að vanta allt bit í HK-liðið. Það hlýtur að eiga allavega einn gír inni. Já, ekki þeir tvo. eiga aðeins meir inn en þetta held ég. Skulum kíkja á smá auglýsingar. Nú er mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís.
Já, Stefán, er það ekki bara að segja að það verði aðalega sem að HK drengir þurfa að laga, það er bara móttakan og framspilið til að geta byggt upp einhver almennilega sóknir. Það er bara ekki spurning. Móttakan hefur bara verið stök og sóknarleikurinn bara í fullkomnu samræmi við það. Það þurfa að taka sér saman í andlinu. Verða að hafa trú á verkefninu líka. Það er alltaf að verða klárt fyrir aðra hrinu. Spurning hvort það séum ekki bara að horfa á sömu byrjunarliðin. Nei, það er allavega, það er breyting hjá Stjörnunni sé ég. Komin inn á leikmaður númer 20 á miðjuna. Benedikt. Já, Benedikt Rúnar kemur inn á þarna fyrir Ísmar. Væntanlega, eða hvað? Já. Benedikt er einnig fyrir KA-maður. Það er líklega eina breytingin á byrjunarliðunum. Já, HK er að stilla upp sama byrjunarliðið áðan. Það er athyglisvert að gera breytingu á liði sem að vinnur, en Stjörnumenn eru óhræddir og byrja þetta vel. Já. Það var Benedikt Rúnar Valdísson sína fyrstu snertingu í þessum leik sem að heppna svona líka vel. Þetta er erfitt. Góð lauma þarna, en hann dæmir net þarna á HK-menn. Það voru saman í háarðinu þetta Theodor og Fannar. Annar fór þeirra líklega lent í netinu. Það er nánast engin netsnerting lefileg í dag. Nánast engin. Kemst upp með eitthvað sem hefur engin áhrif á leikinu eða boltinn er víðs fjarri til dæmis. Dómari fylgist þau með þessu. Fín sókn hjá Fannari. Já, snögg sókn þarna aftan við uppspilnarann. Skemmtilega útfært. Hörku sóknarna hjá Róbert. Við sjáum að móttakarnir að koma vel hjá Stjörnumönnum. Uppspilarinn hefur 3 valkosti fyrir einu sókn liggur við. Já. Gerir vörninni mjög erfitt fyrir. Já. Þetta er vel gert hérna hjá Ágústi. Við sjáum bara hvað gerist þegar framspilið er gott. Þá er þetta hægt. Já. Við fáum Gunnar Þorsteinsson, Helsingi HK tók hérna vel á móti. Stjörnum í vandræðum hins vegar. Tækifæri fyrir HK. Fín sókn hérna hjá Andreas. Máni Mattíasson í uppgjöf fyrir HK. Fín móttaka. Og þessi fer ekki í neitt. Og Bergur reddar þessu yfir.
þessi nálagt, þeir halda áfram. Og Theodór. Svo hörku skorpu hérna. Það þarf ekki að vera flókið. Nei, það var bara mjög einfalt, fingursslag yfir á miðjan völlin en handaði gólfinu. Óvænt. Afturlínu, ansi nálægt línunni fannst mér. Já, þeir halda þessu áfram. Fín sókn hérna hjá Kristoffer. Já, góð skorpa, góð tilfinning á báðum liðum. Stjarnan komin í 5-3. Þessi langt úti. Það var Theodór. Í blokk þarna sýndist Andreas eiga hana. Theodór hefur verið að taka hopp-uppgjafir í vetur. Gengi ágætlega, við sjáum hann er flottu uppgjafirna núna. Kannski vantar eitthvað upp á sjálfstöðstuðið eitthvað í dag. Sjáum við aðra tróðstuð frá Matthew Gibson. Gerir þetta vel. Og Stjörnumenn gera sömu skiptingu áðan. Þegar Kristoffer Proppi kemur út af og Egill Þorri kemur inn á í uppgjöfina. Það er fínar uppgjafir hérna áðan. Aðtöðum hversu vel að heppnast núna. Já, þetta er flott uppgjöf. Fín blokk þarna. Ágúst Máni, nr. 15, sem að sá við Róberti þarna. Já. Stjarnan skiptir tilbaka. Egill kemur út af og Kristoffer inn á. Vond móttaka þarna hjá Stjörnunni. Það var tvíslag. Sammála Valgeir í því. Já. Stjarnan að koma með forystuna núna. Benedikt af þessa blokk. Beint í gólfið. Sammála dómarinn og línuvörðurinn. Já. Það verður frekar ósamstíga fram með þessu. Já. Fannar er í þessum. Andreas. Kolbeinn er ekki með nógu góða móttöku. Já, vel bjargað þarna hjá Stjörnunni. Theodór er afturlínu. Kolbeinn Tumi og Róbert hamrar þennan í blokkina sem Máni skorar þarna stig á blokk sem mér.
Þess að sína klærna núna. Þetta var nú allt og lágt uppspil. Rosa lágt og hratt uppspil. Og HK menn búnir að jafna 9-9. Líta aðeins betur út en áðan. Ekki spurning. Já, Benedikt á þetta stig. Nú lítið sést á Benedikt í þessum leik. Já, hann hefur verið drjúgur fyrir Stjörnuna í vetur. Já. Skora mikið af stigum. Kannski spilast hann í leikurinn eða minna mætt á honum alltaf hann að hinga til. Einmitt. Mættur í uppgjöfuna. Þetta var ágætis hugsun hjá Mána, en Michael var þarna tilbúinn í blokkinni. Já, sá við honum. Já, það var 4 þarna. Já, mér fannst hann að vera réttur dómur. Já, héðan frá sig allavega. 10-11. HK-menn eru ennþá með í þessu. Góð blokk þarna hjá Mána. Róbert. Theodór hamrar þetta í gólfið, eða meðfram blokkinu og gólfið. Það er háð spurning hvort að HK-menn sé ekki að stíga aðeins upp núna. Já, sýnst það. Þess að bæta sinn leik. Bergur í uppgjöf. Lágt uppspil þarna. Theodór hamrar þennan í blokk og Benedikt nær að vera í honum, en það er ekki, dugur ekki til. Góðar skorpur núna, það er góð skorpa. Sjá flotta varnir og góða sóknir líka. Nóg að gera hjá þurrkurónum hérna. Bergur Einar Dagbertsson í uppgjöfunni. Michael Pelletier hamrar þetta í háurinn út fyrir. Jafnar stöðuna í 12-12 núna. Stefnir í miklu jafnar hrinu en þá fyrstu. Já. Það er á Benedikt Rúnar í uppgjöf. Í laumana hjá Fannari. Pelletier með annað stig. Skila sínu í sókninni. Gera mikið að stigum fyrir Stjörnuna. Fannari þarna ágætis uppspilun, sendi boltan í netið. (14-12)
Það er nálagt. Vel gert þarna hjá Mána og Fannari. Já, flott sókn hjá þeim. Fannar komin í uppgjöfina. Hefur nú verið með ágætis uppgjafir í þessum leik. Og það setja smá pressu á Stjörnumenn. Benedikt tekur vel á móti hérna. Oj. Hans úti á Theodor. Já, hann hefur þurft að skila þessu. 15-13. Stjörnumenn með frumkvæðið, Róbert. Það að hamra þessu uppgjöf. Gerir það. Og móttakaðni á Theodor. Já. Þessi inni hjá Theodori. Fín sókn þarna. Það Máni. Þessi uppgjöf flýgur út fyrir. Það er svo löng. Alla jafnir með mjög öruggar uppgjafir. 16-14. Theodor hitti nú bara ekki þennan bolta. Það er alveg á ekki alveg fundið fjölunni sína í dag. Það var ekki hingað til. 17-14. Reykjast með hérna á rítaraborðinu. Það er allt klárt, segir þeir. Benedikt. Róbert í afturlínu. Slæðir þennan. Vel. Já, fór í háörnina og í gólfið. 18-14 og Massimo Pistoia tekur leikhlé. One thing. That was Robert front line. No, back line. Okay, when it's back line, we restart to do without block with Robert. When it's back line, we get the ball in defense, okay? We don't go there. Another thing, remember always when you don't have the good ball, to put the ball to try to search this outsider on the tip, because it's always short. Remember this, come on! Pistoia með ráðleggingar til sinna manna. 4 stigum undir í annarri hreinunni, 18-14. Það er ekki gott fyrir HK að tapa þessari líka. Það myndi vera 2-0 undir. Gott slag hérna um Benedikt. Það var þetta vel. Röð sókn út á kantinn. Sér langt út hjá Andreas. Já, séð sér nú að negla þetta. Já, kannski að vonast eftir snertingu þarna. Gert hjá honum. Fint að HK menn þurfa
stígu upp núna, lítið eftir af hrinunni. Theodor. Sigurður, jæja. Tækifæri fyrir HK að taka stig hérna. Góð afturlínusóknarna hjá Michael. Já, býsna hraðar sóknir. Það komur afturlínunni. Lítinn tími fyrir vörnina. Stilla sig af. Næstu því bara sama tempo á viðri. Setti. Með skiptinguna Egill Orri var núna að koma inn og gefa upp fyrir Kristófer og ekki skipta aftur. Einn móttaka þarna. Já, þetta fyrir yfir. Úss, fín blokk þarna hjá HK. Var þetta Fannar eða var þetta Bergur? Ég sá það ekki. Nei, þetta er saman í þessu. 21-17, það er alveg von í þessu fyrir HK. Þetta er ekki búið. Þessu. Já. Þetta er ekki búið fyrir þetta búið. Sjálf sé mistök þarna. Ágúst Máni með flotta uppgjöf þarna, skilaði stígi. Þurrka. Spurning hvort að Ágúst Máni á ekki aðra svona uppgjöf. Þetta stjórnumannum á jafnvægi. Róbert snýri þessu. Núna sókn var afturlínunni. 2-18, þetta nálgast hjá Stjörnunni núna. Þessi er inni. Flott uppgjöf, Steinlá í horninu. Það var þannig orðið átt erfitt fyrir HK. Matthew Gibson, auðspilarinn, smurði einn í hornið. Bjarnarna hjá Benedikt. 24-18. Þetta er stigið frá því að klára þessa hrinu. Þeir virkar svolítið andleysi yfir HK-liðinu. Það þarf eitthvað töluvert að gerast hjá þeim. Og Stjarnan tekur hrínu 2, 25-18. Kíkja á auglýsingar. Nú er mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís.
Ef við kíkjum aðeins á bara leið þessara liða í undanúrslitin, við byrjum bara á Stjörnunni, þá drógust þeir á móti Þróttur Nes og sigruðu þann leik 3-2. Þetta er æsispennandi leik. Þar var Kristoffer Proppe stigastur með 17 stig. HK-liðið. Já, þeir drógust á móti KA og núverandi bikarmeisturum og sigruðu þá 3-1 fyrir norðan, var það ekki? Og það var það Theodor Óskar Þorvaldsson sem var stigastur í þeim leik með 22 stig. Það er orðið dálítið langt síðan að Stjarnan hefur hampað titlinum. Þeir urðu bikarmeistarar 6 ári í röð, en það var síðast árið 2008, á meðan að HK eru bikarmeistarar 2013 og 2014. Þannig að það er spurning hvort að Stjarnan hreinlega vilja þetta meira. Það er ekkert ólíklegt. Þeir voru nú bara áskrifendur að bikarnum hérna hríð eins og rifjar upp. Kannski voru rótnir sattir hérna tímabili, en við erum örugglega komið tilbaka. Margir leikmenn í liðinu sem hafa ekki unnið neina titla. Vilja breyta því. Einmitt. Stjarnan er yfir 2-0. Þurfa að vinna eina hreinu viðbót til þess að tryggja sér úrslitaleikinn. HK verða að fara að sína meiri í gæði. Þeim verða að fara að lyfta sínu leik. Þarf eitthvað að breytast og sjáum að þeir eru búin að gera breytingu á byrjunarliðinu, eða 2 breytingar. Já. Þeir eru búin að skipta auðspilara. Lúðvík Már komin inn á auðspili nr. 11 og Magnús komin inn á nr. Síðan ekki nr. 8 líklega. Jú, Magnús Ingvi nr. 8. Hann er ekki sátt við þetta. Þetta fer vel af stað. Stjarnan fyrsta stigið. Benedikt Baldur. Góð sókn hjá Theodor. Flott sókn á Stjörnunni. Michael Pelletier með flott smass. Að raða einn stígum. Vel gert þarna. Já, Lúðvík kemur bara ferskurinn inn í leik. Engu gleymt. Það er á meiðslalistanum í allan vetur og rétt að skríða saman núna. Kemur inn á góðum tíma fyrir HK. Og að sakna þess í vetur. Erfitt að eiga við þetta. Róbert er búinn að vera gríðaröflugur í þessum leik. Á vel við hann að vera bara heimi á sér í Stjörnunni. Já, þetta betur. Já.
Vel gert þarna hjá Theodor. Það listi vel úr sem var komin í þrönga stöðu þarna. Fann leiðina fram hjá hálfinni, smurði þetta í gólfið. 3-3. Kristoffer Proppe með góða sókn á miðjunni. Ná vel saman á miðjunni, Austfirðingarnir og Kristoffer. Pelletier. Móttaka. Þetta nálagt þarna. Benedikt redda þessu. Andreas. Benedikt reyndi. Já, tók þarna nettan súludans. Þú ekki. Fínt að nefna það og fólk hefur áhuga að fylgjast með tölfræði leiksins, þá hún hérna aðgengileg á bli.is. Já, takk fyrir. Þriðja tróðstan hjá Matthew Gibson. Heldur betur tróðið núna. Sjáum við sem skiptingu á stjörnunni og þeirra verið að gera. Kristoffer kemur út af og Egil Þorri kemur inn á. Vel inn í leik. Gerir það enn og aftur með rosalega uppgjöf. En já, kannski ekki alveg góðan varnarleik. Háka fær þetta stig. Andreas kemur upp. Netið á Róbert. Já, mistök hjá honum allt opið, enginn Howard. Fín móttöku þarna. Benedikt í blokkina. Hvað er þarna? Það var net á Benedikt. Hilmir í uppgjöf. Hörkusókn þarna hjá Magnúsi. Theodor fær þennan. Róbert ekki með þennan á beinu. Já, þetta nú besta byrjunin hjá HK. Yfir nú 8-5 og meira biti í sókninni. Fyrir þessu, fær hann aftur. Róbert úr afturlínu. Fín vörn þarna. Magnús hamrar þennan út af. Engin snerting, þeir vilja að fá snertingu þarna. Magnús þarf að vinna úr þessu. Stig sem þurfa að skila sér. Erfiða uppgjöf. Sókn þarna. Benedikt Rúnari. Sjáum að stjörnum eru óhræddir að spila mjög hratt á miðuna. Þau eru leiftur snöggt. Þau virka vel hjá þeim. Gerir HK bara það sama. Sirkus sókn hjá HK-mönnum. Vandar hátt upp við hana.
HK enn með fórustuna, 9-7. Újújúj. Já. Vel leist hjá Stjörnumönnum. Það voru bara 2 snertingar þessari svo. Uppspilarinn tók á móti og spilaði upp í liðinni. Gerist mikið oft. Róbert bara hamraði þetta í gólfið. Fyrirliði Stjörnunnar í uppgjöf. Önnur góð sókn á miðjunni hjá HK. Miðjan að skila sér núna. Fannar. Flott skorpa, góðar varnir á báða bóga. Stjarnan tók þetta stig. Þetta allt í járnum. Benedikt Rúnar uppgjöra fyrir Stjörnuna. Óttalli laumu. Theodor nær þessu, en þeir ná ekki að klára. Og Stjarnan búin að jafna, 10-10. Theodor fær þennan, setur hann auðveldan yfir. Fín sókn þarna, Margir spilar upp með annarri. Kristófer er búinn að vera gott með sigur í kvöld finnst mér. Þarna fyrir sínu. Óknanda miðinn og búinn að skora fórnáttúrulega stigum. Stjörnum eitthvað komir yfir, þessa siglar langt aftur fyrir. Það stóð ekki lengi. Fórskotið 11-11. Já, vel varið þarna. Mikið laumuspil í gangi núna. Theodor. Þessi fer út af. Já, í netstrenginn og skreið út fyrir. Það fellur með Stjörnunni núna. Úr 11. Róbert. Já. Neglir þetta bara, góð móttaka eins og það. Móttaka. Og góð blokk. Það var ekki bara Kristófer. Sýndist mér. Hann ætlar í úrslitaleikinn. Já. Það er bara þannig. 13-11. Petra þennan yfir, já. Glæsileg sókn þarna. 14-11 Stjörnuna. Tekur HK leikli. Heyrum hvað Pistója hefur að segja sína menn. Og það HK sem tekur leikli í stuðinu.
stjörnuna. That you stay more focused about the diagonal of Michael, okay? Even if the ball is close to the net, now he's always pushing this diagonal, okay? So stay always inside, and I want to see the hands that are really going inside, okay? So you don't leave him this fucking diagonal, okay? Hands inside, and ready for a defense. Þetta bara dásamlegt. Það verður bara að segjast eins og en ákveðin skilaboð frá þjálfara HK. Sjáum hvort það dugir. Það er brattan að sækja hérna núna. Glæsileg uppgjöf. Andreas. Góð blokk þarna hjá Andri Gibson. Andreas þarf að gera betur en hann með einn mann í há-hornina móti sér. Það er að nýta það. Þarf að nýta þetta. Bergþór áfram að negla þetta. Hörku uppgjafir hér ótti. Ég var nú að hugsa um það hvað þetta verið erfitt fyrir Elsusani að standa þarna út á kantinum þegar að Pistoia var að taka leikhlé. Já. Lefandi fyrir þjálfari. Já, hún skilaði titlum í hús. Já. Mörgum með liðið. Hún er á hliðarlínunni núna. Ganga sóknarleikurinn núna. Já. Þetta er þarna hjá Theodori. 16-12. Það er von í þessu hjá HK en þeir þurfa að fara að stíga upp núna. Það er að hoppa. Það er að taka sénsinn núna og þessi er inni. Þessi er inni. Áhættan skilaði sér núna. Borgaði sig. HK áhorfendur eru staðnir upp hérna. Hvetja sína menn að gera. Jæja, þessi fyrir netið. Það var ekki besta uppgjöfin hjá Theodor. En eitthvað þarf að reyna. Þá er það Michael Pelletier fyrir stjörnuna. Hann hefur sömuleiðis verið að hoppa í vetur en ekki núna. Góð aftur inn í sókn þarna. Þeir lendi nú bara saman þarna, Michael Pelletier og varna líbróin hjá stjörnunni. Ástrís Kovskis. Já. Smári. Móttaka þarna. Flott. Var þetta ekki með. Já. Sló þetta með. Ég fannst hann að slá með vinstri hendinu sem er það. Ég veit ekki. Eitthvað var. Sá dómarinn athugavert við þetta. Já. Kannski var það nóg fyrir Valgeir að sjá vinstri hendina að koma þarna. Endi mók eða óhreint slag. Yes. Þetta er risky business nú hjá Theodori. Já. Hörkuslag hérna hjá Andreas. Þetta var mikilvægt stig fyrir HK núna. Rosalega mikilvægt. Mikil barátta stigið og það endaði hjá HK. Andreas setti hennan í gólfið. Vel gert. Loksins hamraði hann almennilega. Verður dálítið ragu við að slá hann almennilega fyrst var í leiknum. Svona þar. Núna góð hjá HK. Rétt út hérna hjá Theodori.
18-16. Kristófer í uppgjöf. Fín sókn með Fannari. Svo Lúðvík finni Fannar einhvern veginn betur út á miðunni að setja meira á hann. Já. Það er svona meiri ógn þarna en talandi Lúðvík þá er kappið bara tekinn af velli. Já. Litli bróður skipti við stóra bróður. Máni kom inn á uppspilið og Felix Þór skipti við Andreas. Flott einhverjum hjá Lúðvík þarna en Máni komin inn og að setti þennan í netið var kannski ekki innkoman sem hann óskaði sér. Nei. 17. Þetta færist nær hjá Stjörnunni núna. Þessi er langt út. Vel út fyrir hjá Gimson, spilaranum. Hákamenn þakka fyrir það. Þægilegt stig sem að þarf ekki að hafa fyrir. En þá er líka að gera nýta sér það. Hvað gerir Magnús Ingi hér? Já, það var vel farið þarna hjá Benedikt. Gott viðbragð og Hávarger. Hvað er dæmt hér? Þessi úti, já. Hákamenn smassa í Hávar Tjörnumanna og út fyrir. Og HK á stíði 19-19. Þetta er í mikla spennu hér í þriðju hlutinni. Felix sem að neldi hennan með línunni hægri kantinum, vel gert. Fór hann ekki bara í hausinn á Kolbinni? Aflagaði greiðsluna þarna Kolbinni. Þetta er nálagt. Benedikt skilja þessi gólfið. Sjána er alveg ískaldir að spila á miðuna þarna Stjörnumenn. Erfiðri stöðu. Og staðan 20-20. Íðarlega mikilvæg áhætt þarna hjá Michael Pelletier. Theodor var hann á móti einum manni í Hávörn og hann á að gera betur. Já. Glæsileg Hávörn. Felix redda þessu. Redda þessu. Æjæjæjæjæj. Ískilningu síðan hjá HK. Dýrmætt stig núna að renna í burtu. Smá fát hérna á HK-mönnum. Massimo tekur leikhlé. We have to help each other more. Remember, when you are 1 against 1 with Michael, is always covering you the diagonal. Okay, so always also the ball in the middle of the court is okay. Your spike line change sometimes. Okay, we have to be more smart. Okay, áfram. Já, Pistoia, þjálfari HK, segir að vera skynsamari og að hjálpast að. Hér skiptir hann tilbaka aftur. Andreas kemur inn á fyrir Mána, vandalega, og Lúðvík kemur inn á fyrir Felix Þór. Hann er með í annar reynsluna. Máni var í afturlínu og Úrli kemur inn í framlínuna. Þeir eru bara með 2 sóknar með frammi. En enga síður hann ákveður að gera þetta svona. Sem veðja á meiri reynslu. Já. Þessar stöðu. Sjáum hvort að það borgar
sig. Theodor gerir þarna mistök. Langt út. Það hópar ekki vel núna fyrir HK en samanskapi ansi vel hjá Stjörnunni. Komið með þetta langleiðina. Alltaf hann annan fótinn úr úrslitaleikin. Og móttaka. Vel varið þarna. Róbert heitir hann öruggan yfir. Kemur þennan. Theodor laumar þessum og þarf ekki vera flókið. Það var að biðja með þetta áðan þjálfarinn. More smart, sagði hann. Já. Það var akkurat þetta. Ekki alltaf að leika fast. Marteinn Möller aftur inn á fyrir Ágúst Mána til að hækka blokkina. Það er að gera 23-21. Það er allt í hjálpa með það. Þessi er úti. Já, það er vel gert. HK-menn eru halda lífi í þessu. Verða að vinna þessa rinnu. Fattar við uppgjöfina. Fína uppgjöf. HK-menn tekur vel á móti þarna. HK-menn rosalega háður núna. Einn á móti einum. Theodor svarar fyrir sér. Fyrir sig. Já. 23-23. Stjörnumenn hessar alveg svolítið slagir þetta mennum. Þetta leikli í vendum. 23-23. Michael fann hennar vantarlega. Fannari fann að verja, ég veit ekki hvað. Óbyggur. Settum boltan yfir. Michael skilar þessu. Það er drjúgur. Mjög öruggur. 24-23. Stjörnumenn eru stigið frá úrslitaleiknum núna. Það er Benedikt Rúnar sem ætlar að gefa upp. Þetta er gríðuleg spenna hérna. HK-menn mega ekki við neinum mistökum. Fín Frábær móttaka. Theodor á hendi varið, möguleiki núna. Það er Róbert, nei það gengur ekki. Aftur Róbert. Lúðvík laumar þessu. Tækifæri núna fyrir Stjörnumenn. Þessi er úti. Ég er mjög góður. Þetta er rosa spenna hérna í þriðju hrinunni. HK-menn er að verjast fyrir lífi sínu hérna í þessum leik. Það er jafna 24-24. Stjörnumenn í tækifæri til þess að klára leikinn. Nýttu það ekki. Góða uppgjöf. Hann er góð í framkvæmni. Michael klárar þennan. Gengur illa að stoppa hann í háarminni. Það verður Róbert í uppgjöf. Hann er búinn að vera hörku góður uppgjöfir í þessum leik. Hoppa reynustu uppgjöf. Þetta er vantilega áfram. Fín móttaka. Theodor. Þessi er inni. Yes. Þetta er alvöru hreina hérna. 25-25. Þá er það Theodor þarf að hoppa núna eða fer hann í floti uppgjöfuna á Flotið. Benedikt tekur vel á móti. Magnús blokkar þarna. Þín eru HK-menn komnir með góða stöðu 26-25 og þá fáum við leiklega hjá Stjörnunni. Fyrsta leikli í þessum leik. Heyrðu hvað Rósalind hefur að segja.
a lot on this ball, okay? We're gonna get that ball back, guaranteed. Okay, cover, pick that ball up. It's a free ball for us, and let's attack again. All right, koma. Spennan. Já, þetta ekki flókið. Nei. Vinnum næsta bolta og snúum þessu okkur í hag. Þetta bara lítur að vera vinningsformúlan. Þeir svona, sjáum hvernig gengur hjá Stjörnunni. Hangá í góðri stöðu núna. Já, þeir eru þarna þrír í blokkarna á móti Michael. Þessi... Andreas, þennan yfir. Ekkert verður á sókninni, en hér kannski Theodor. Birka þessu. Michael stær bara trekk í blokkina. Vel var hann að Möguleiki núna fyrir Hangá að klára þetta. Andreas. Tekst ekki. Þessir. Þetta er skynsamlega gert þarna. Já, Kristoffer. Svakalegt að sjá rosa barátta hérna á báðum liðum. Stjörnumenn náðu að jafna 26-26. Það kom inn æsingur hérna í mannskapinn, Pistoia að fá gult spjald hérna. Það er mikið undir. Michael Valencia er kominn í uppgjöfina, kominn í afturlínu en hann svo duglegur afturlínu líka. Benedikt Baldur er kominn á kantinn frammi. Sáum að þá gult spjald á loftina. Þetta var á þjálfara Hangá eða hvað, bara liðið. Sér á húsmenn móttökuna. Já, Andreas kemur hér. Fín vörn þarna. Og Benedikt setur hann yfir öruggan. Magnús setur hann öruggan yfir. Fín sókn þarna. Kristoffer. Og Stjarnan aftur komið yfir hendina, 27-26. Þetta er svakaleg reyna hérna að verða að Hangá með vöknu í þessu leik. Spurning hvort að þeir hafa vaknað of seint eða hvort þeir ná að lifa þessa hrínu af áfram. Það gengur ekki, nei! Slök móttakarna hjá Magnús Ingva og Stjarnan er komin í úrslit Kjörís-bikarsins. Kannski ekki svo óvænt úrslit en við áttum vonað að fá að sjá fleiri hrínur. Það er ekki spurning. Einhvern veginn bara komst Hangá-liðið aldrei í gang fyrir bara rétt núna í lok þriðju hrínunar. Fórum við að sjá þá spila velur í getu. Bara að koma á seint. Það er vel gert hjá Stjörnumönnum að samaskapi. Þeir eru búin að vera mjög stöðugir í allan vetur og fullkomlega verðskulda hjá þeim að komast í úrslitin í Kjörís-bikarnum. Alveg glæsilegt hjá Stjörnumönnum. Hvað sagði ég áðan? Þeir hafi ekki orðið bikarmeistarar síðan 2008, þannig að það er alveg komið tíma á þá. Og eiga séns á titlinum, en ég ætla að athuga hvort einhver vilji spjalla við mig.